sem sigurinn vann, mikið verk hans. Sjáið öll verk frelsarans, ást hans sem umvefur allt, mikið verk hans, mikið verk hans. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf, og allt það sem byggt í hlekki og böl. Mikið verk þitt, við dönsum í frelsi, svo fagnandi gaf, og Jesús þitt nafni, því upphafið hátt og gull. Mikið verk þitt. Amen. Velkomin á samkomu, elsku vinir, gaman að sjá ykkur. Við ætlum að lofa Guð í dag, við ætlum að tigna hann í dag, við ætlum að lyfta upp hans nafn í dag því hann verðugur. Þið sem heima sitjið, velkomin á skjánum, við ætlum að gefa ykkar héðan. Vers dagsins við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesú til góðra verka, sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að vér skildum leggja stund á þau. Efesus 2:10. Halleluja. Við eigum að gefa Guði hjart okkar. Við eigum að gefa af okkur og það sem skiptir máli. Ekki hvað við vitum eða það sem að við gerum. Amen. Þitt loforð já og amen, mikið verk þitt, mikið verk þitt. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf, og allt það sem byggt í hlekki og böl. Mikið verk þitt, við dönsum í frelsi, svo
breath of breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Yeah. Praise the Lord, praise the Lord. Yeah. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're strong, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, my Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Takk Jesus, halleluja. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven's gone to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive.
Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemy. Sing a little louder. Louder than the enemy. Sing a little louder. Weapon is melody. Sing a little louder. Every pound to fight for me. Sing a little louder. Presence of my
Amen. Gott að koma í hús Guðs. Hvergi betra að vera. Best að vera það sem að Jesús er lofaður. Og það er svo gott að geta komið bara í hús Guðs og lofa Drottinn og fundið nærveru hans. Halleluja, það er ekki til betra. Má ég heyra af mig með því? Amen, halleluja. Við ætlum að taka samskot núna og fyrir ykkur sem er ný þá er bara samskotabaukurinn aftast. Við látum hann ekki ganga milli sætana. Reikningsnúmer sem kemur upp á skjáinn og svo er pósi frammi. Og ef þið vistið reikningsnúmer á síman ykkar þá getið þið bara lagt inn hvenær sem er. Það er ekkert svona háð því hvenær þið gerir það. Og þannig finnið ykkur bara frjálsir þessu núna. Ég er með 2 tilkynningar. Núna á miðvikudaginn kemur þá verður bænastund klukkan 7, klukkan 19 og svo verður kennsla úr orði Guðs. Og við fengum að heyra hérna síðast mikilvægi þess að biðja út orðið og tókum svona æfingar í því hvernig er hægt að hugleiða orðið og fá mér opinberun á því að hugleiða í gæðum frekar en í magni, taka breytt ritningamess. Og já, ég bara sá það að þetta var nýtt fyrir einhverjum og hérna magna hvað kom út úr þessu. Og bara gaman að heyra svona vitnisburði hvað kom út úr þessu. Og núna næst þá ætla ég að fara í 4 lykla heyra röddu Guðs og svo gerum við svona praktíska æfingu líka að hérna læra hlusta og heyra frá Guði. Þannig að þetta virkar allt. Og stundum þá þarf maður bara að fá smá hjálp, bara að fá lykla til þess að komast að stað í þessu. Amen. Og síðan er kallastund á 5. daginn kemur. Klukkan 19 og það er heima hjá Sibba og Alla. Ég held að þá Sibba verður ekki. Að þetta er kallastund. Er það ekki rétt? Algjörlega. Eigum við ekki bara að standa núna upp og fara aftur inn í lóngerina? Drottinn Jesús, og ég bara þakka fyrir nærveruninni hér í dag, Drottinn Guð. Ég þakka fyrir að þú ert á meðal okkar, Drottinn Guð. Og ég þakka fyrir það að þú mætir einum og sérhverjum myndi í dag, Drottinn Guð. Og þegar lofginn er búinn, Drottinn Guð, þá blessar það sem að talar orðið í dag, Drottinn Guð. Og þú opnar hjörtugan til þess að meðtaka þetta orð. Í Jesú nafni, amen. In your hurting, in your sorrow, I will ask my God to move. Speak the name, 'cause it's all that I can do. In desperation, I'll seek heaven, and I pray this for you. I speak for your healing. Circumstances will change. I pray that the fear inside will flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough would happen today. I pray for a miracle in your life in Jesus' name, Jesus' name. Oh
circumstances will change. I pray that the fear inside will flee. In Jesus' name, I pray for the breakthrough. Will happen today. I pray miracles over your life. In Jesus' name, I pray for revival, resurrection of faith. I pray that the dead will come alive. In Jesus' name, Jesus' name. Tack Jesus. Kraften Jesus, við þig takk. Kæra kraftaverk Jesus. Helgist þig. Helgist þig. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your government. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the oceans. I need you now to do the same thing for me. We sing, oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Come on. I'm calling on the God of Mary, whose favor is above the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made our ship above the raging. Come on, I met nothing's Goliath, but I got my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. How I need you. You hear these children, you hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then. You will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing then. You
You freed the captives then. You're freeing hearts right now. You are the same God. You are the same God. You touch the lepers, I feel your touch right now. You are the same God. You are the same God. Sing How I need you, How I need you. How we need you. I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come and fill me again. Come and fill me again. Come and fill me again. Talk Jesus. Tack Jesus, Come and fill me tack Jesus. again. Halleluja, tack Jesus. Mögnuð lofgjörð. Halleluja, má ég heyra amen. Þetta nýjasta lag bæði lögin, alveg mögnuð. Dísi Guði, rísum að fætur. Mér langar til þess að biðja ykkur smá greiða hér í dag. Það tvennt. Samkomusókn hefur verið að aukast, sem æðislegt. En það sem ég tek eftir, það eru bara örfáir sem eru tilbúin að leggja til starfsins. Það ekki biblíulegt, gott fólk. Við höfum öll að taka þátt í rekstri á kirkjun okkar. Það hinn guðlega skipun. Og ég vil hvetja ykkur hér í dag, ef að þú ert ekki að gefa reglulega. Ég og maðurinn minn tóku ákvörðun fyrir löngu síðan að gefa í ríki Guðs. Og vitið það, þá enginn inni hjá Guði. Hann blessar margfalt á móti. Og mér langar til þess að hvetja okkur út að ég vil að þið upplifið all þá blessun sem að Guði hefur fyrir okkur. Hluti af því að vera trúfastur í tíundum og fórnum. Og mér langar til þess að bara leggja áskorun hér í dag. Getum við gert aðeins með þetta? Það það sem ég held. Við viljum halda úti mögnuðu starfi. Við erum að bjóða upp á mat fyrir og eftir samkomur. Það kostar að reka húsið og svo framvegis og svo framvegis. Við erum með rekstur, það alveg rétt. En hinn biblíulega skipun svo að við eigum að gefa það sem við fáum fæðslu. Og mér langar til þess að hvetja okkur í dag. Gerum það sem að Guð hefur kallað okkur til þess að gera. Rænum okkur sjálf ekki þeirri blessun sem felst í að gera vilja Guðs. Má ég heyra amen? Halleluja, þetta var betra. Annað, það óbúslega margir sem að glíma við veikindi. Ég búin að vera að glíma við alveg þvílík veikindi. Það ekki annað en að heyra flensu og þá ég komið með hana. Mér langar til þess að brjóta þetta vald bara á bak aftur í dag. Og mér langar til þess að biðja ykkur að rísa á fætur og biðja með mér hér í dag. Treysta Guði til þess að bara að slá skjaldborg yfir okkur. Drottinn, við komum fram fyrir þig, Drottinn. Við bara tökum ekki á móti, við veitum, krankleikum og veikindum endalaust. Ég biðji Drottinn minn að setja hlífiskildi yfir kirkju þína, Drottinn minn. Ég biðji Drottinn að varða veg okkar. Og Drottinn, ég biðji Jesús að þinn vilji nái fram að ganga. Og Drottinn minn, Jesús, ég bið heilbrigði til anda, sálar og líkama. Drottinn, ég tala, Drottinn, orð þitt, Drottinn, líf þitt inn í kringumstæður okkar. Og Drottinn, ég bið að gefa okkur hugrekki til þess að stíga úr því sem var, til þess að fara inn í það sem verður. Og Drottinn, ég bið Jesús að ófyrirgefning megi ekki vera hluta líf okkar. Að við mættum, Drottinn minn, feta í þín fótspor og lyfta þér upp í öllum kringumstæðum. Og Drottinn, ég bið að gefa okkur náð, Drottinn, til þess að harabashia, halleluja, að stíga inn í kraft þinn, Jesús, því að þú hefur valdið.
Halleluja. Og drottin, ég tala Jesú nafn yfir líf okkar allra. Drottin, inn í hjart okkar, inn í hug okkar, inn í sál okkar, inn í líkam okkar. Og drottin, ég kem í gegn sérhverju valdi sem vill hindra það að vilji þinn áfram að ganga. Má ég heyra amen. Halleluja. Rassi karabahaya. Og að lokum þá vil ég tala, drottin, frið þinn inn í alla kringumstæður. Drottin, ég tala frið þinn inn í hug okkar, inn í hjört okkar, drottin, inn í skilning okkar. Og drottin, ég bið Jesús að þegar við göngum nær þér, að við mætum átt okkur á því að við göngum inn til hvíldar. Halleluja, við göngum inn til hvíldar, halleluja. Það þýðir ekki að við gerum ekki neitt, heldur við gerum á stað hvíldar. Ríkarabasja, því að byrðin, okið indælt og byrðin létt. Og drottin, ég tala ok sem indælt og byrði sem létt hér í dag. Drottin, ég bið Jesús að við mættum hætta að streða í eigin mætti. Að við mættum hætta að streða og reyna að gera hlutina í eigin mætti, drottin minn. Og að lokum þá bið ég fyrir Dögg þegar hún talar orð þitt hér í dag. Tegjum hendur okkar til Daggar. Í Jesú nafni, ég bið að gefa henni orð að mæla. Drottin, ég bið að gefa henni, drottin minn, orð til þess að mæla til okkar í dag frá hástóli þínum, drottin. Viltu smyrja varir hennar á tungu. Og drottin, ég þakka þér fyrir það. Orð þitt lifandi og kröftugt. Það beittara hverju tvíeggjuðu sverði. Og drottin, það smýgur inn í innstu fylsni, liðamót og merg, og það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Og drottin, ég bið að dæma hugsanir og hugrenningar okkar. Og drottin, ég bið að gefa líf þar sem ekki var líf. Og hjálpa okkur til að næra þetta orð. Og drottin, hugleiða orðið dag og nótt, nótt og dag. Og við biðjum í Jesú nafni og allir líðurinn sagði. Amen. Halleluja. Dögg mín, gjörðu svo vel. Amen. Takk fyrir að bjóða mér að koma. Yndislegt að fá að vera hérna með ykkur. Jæja, þakka þér fyrir. Ég var að hugsa hérna í laginu sem við vorum að syngja, síðasta laginu sem við vorum að syngja. Það sem farið var að tala Jakob, þá kom í hug minn, þetta var ekki hluti af ræðunni, ég ætla að segja ykkur þetta samt. Það kom í hug minn að Jakob var sonur Ísaks. Foreldrar Jakobs áttu 2 syni, Esau og Jakob. Og Esau var frumburður. Hans þetta voru tvíburar og Esau fæddist á undan. Og þannig að Esau átti frumburðaréttin. Svo gerist það einu sinni að mamma þeirra heyrir að Ísak ætlar að fara að blessa Esau sem frumburðin. Og henni þótti vænna Jakob en Esau. Ísak þótti vænna Esau heldur en Jakob. Og hún segir við Jakob, farðu og veiddu dýr og matbúðu fyrir pappa þinn og við skulum plata hann. Þannig að þú fáir frumburðaréttin. Og þau gera þetta. Sem veldur ótrúlegum sársauka í lífi Jakobs. Vegna þess að hann í rauninni þurfti að flýja undan Esau. Og á einum stað á leiðinni þar sem hann að fara til Labans til þess að leita sér að konu, þá leggur hann sig og hann dreymir draum og þegar hann vaknar þá segir hann, og þetta var það sem kom til mín, þá segir hann, ef Guð verður með mér á ferðinni, ef hann gætir mín fyrir óvinum mínum og ef hann gefur mér nóg að borða og ef fötin mín slitni ekki eða ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta er orðað og svo endar hann á að segja og ef hann leiðir mig aftur í hús föður míns þá skal hann vera minn Guð. Og mögulega er einhver hér í dag sem hefur verið særður af því að það var einhver sem hvatti þig til að gera eitthvað sem þú hefðir ekki átt að gera. Jesús hefur ekki gleymt þér. Og Jesús hefur ennþá áætlun og hann mun leiða þig aftur í hús föður þíns, þar sem þér ber að vera. Hann mun leiða þig aftur heim. Ég þakka þér fyrir Jesús að þú ert hér. Ég þakka þér fyrir að þú ert lifandi Guð og þú talar. Og ég lofa þig og ég þakka þér fyrir orðið sem þú lagt mér á hjarta hér í dag.
Ég bið að opna hjört okkar allra fyrir því sem þú hefur við okkur að segja og megi dýrðin þín verða opinber hér í dag. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Einu sinni var maður sem fór út að borða og þar sem hann sat á veitingastað. Þá sér hann hvar það kemur svona tötrum klæddur illa til reika maður inn á veitingastaðinn, sennilega í neyslu og sest. Og þjónninn á veitingastaðnum, labaramanninum, segir við hann nokkur orð og vísar hann út. Maðurinn stendur upp og fer út. Og þessi maður, kristni maður sem var komin á hann veitingastað, horfir á þetta og hann finnur til. Og hann finnur til með þessu manni og hann hugsar af hverju hann að reka hann út. Þannig að hann kallar í þjóninn og segir fyrirgefðu, má ég nokkuð spurja af hverju þú vísar honum út? Og þá segir þjónninn, svona fólk bara til vandræða. Hann á örugglega engan pening og hann fælir aðra frá. Við viljum ekki hafa svona fólk hérna inni. Og þá segir maðurinn, þessi kristni, ef ég borga fyrir hann máltíðina, má hann þá borða hérna? Já, segir þjónninn, ef þú lofar að borga fyrir hann. Þannig að maðurinn fer út og finnur þennan tötrum klædda mann og býður honum inn og bara býður honum í mat. Og hann situr á öðru borði og það er búinn fyrir hann matur. Svo er kristni maðurinn að tala eitthvað við vini sína og verður svo litið yfir að borðinu og sér að maðurinn er horfinn en maturinn ennþá á borðinu. Og það er svona fíkur í hann og hann fer til þjónsins og segir, ég var búinn að bjóðast, ég var búinn að lofa að borga fyrir hann, af hverju vísar hann aftur út? Og þjónninn segir, ég vísa honum ekkert út. Hann hefur bara farið sjálfur. Og maðurinn kom ekkert inn aftur. Kvöldið, þegar þessi kristni maður er að fara að sofa, er inn í herberginu sínu og þá heyrir hann svona eitthvað eins og smá skrjáf og hann finnst eins og hann sé ekki einn. Og þegar hann lítur til hliðar, þá sér hann manninn. Hann sér sín, maður var ekki komin inn til hans. Hann sér þennan tötrum klædda mann. Hann horfir á hann og hann segir, hungraður var ég og þú gafst mér að eta. Það er erfitt að vera svangur. Að vera svangur getur kallað fram verstu hliðar bara á fólki. Og það fengu Ísraelsmenn að reyna þegar þeir flúðu út af Egyptalandi. Ísraelsmenn, þeir höfðu verið þrælar í Egyptalandi í 400 ár og það var farið hrikalega illa með þá og þeim leið oft illa og þeir hrópuðu til Guðs og þá reisir Guð upp leiðtoga sem hét Móse og hann velur Móse til að leiða þá út úr Egyptalandi og það var ekki auðvelt vegna þess að Faró ætlaði ekki að sleppa þeim og það er oft þannig að óvinurinn ætlar ekki að sleppa fólki úr þjónustunni sinni. Og það fer þannig að Guð þarf að leiða 10 plágur yfir Egyptaland áður en Faró loksins gefst upp og sleppir þeim. En Ísraelsmenn komast út og þeir flýja. Svo eru þeir ekki búin að vera lengi í eyðimörkinni þar sem var engin matur og ekkert vatn og þeim leið bara ömurlega. Og vitið hvað? Þeir voru svangir, þeir voru pirraðir og þeir mögluðu gegn Móse. Var Guð ekki nýbúinn að kljúfa fyrir þá Rauðahafið? Þannig að þeir komust í gegnum Rauðahafið bara eins og þurrt land. Og stundum þegar verið að tala út frá þessari ræðu, út frá þessari sögu, þá segir fólk, svakalega voru þeir fljótir að gleyma. Pláunum 10, Rauðahafinu, en býta aðeins. Voru þeir fljótir að gleyma? Þeir voru vissulega fljótir að gleyma kraftaverkunum, en það var eitthvað sem þeir mundu. Og hvað mundu þeir? Þeir mundu eftir áföllunum. Þeir mundu eftir því að þeim hafði verið veitt eftirför. Þeir mundu eftir því að þeir voru trillingslega hræddir.
þeir mundu eftir óttanum, þeir mundu eftir kvíðanum, þeir voru eins og sært dýr sem elt af grimmum óvini og á von á því að það verði étið. Það var staðan sem þeir voru í. Þeir höfðu flúið eins og sært dýr undan grimmum óvini og það var það sem þeir mundu. Þeir mundu þennan tryllingslega ótta, þeir mundu áfallið og það var þetta sem stjórnaði viðbrögðum þeirra. Og það þarna sem þeir segja við Móse, þetta í 2. Mósebók, 16. kafla og ég hvet ykkur til þess að lesa þessa sögu í 2. Mósebók, eða ekki lesa hana lengi og þó þegar við lesa hana í gær, lesa hana samt. Þeir segja við Móse, af hverju fóruðu með okkur frá Egyptalandi? Það væri nú betra að vera bara þar og hafa nóg að borða. Þeir mundu bara það sem var gott. Bíddu, af hverju hafði Guð ákveðið að frelsa þá? Af því að þeim leið illa þar? Af því að þeir höfðu hrópað til Guðs lausn? Og þegar þeir voru lausir og leið illa á ferðalaginu, þá fóru þeir að fegra fortíðina. Svona eins og alkóhólisti í fallhættu. Sem fer að fegra fortíðina. Sem fer að rifja upp öll partíin. Og hann bara gleymir ógeðinu. Og hann gleymir því af hverju hann fór í meðferð. Vildu Ísraelsmenn snúa tilbaka? Nei, en þeir vildu bara fá að borða. Það var það sem þeir vildu. Og svo getum við hugsað, býtu, hvað með okkur? Þegar úrslitin í Eurovision voru ljós, þá skrifaði einn vinur minn á Facebook ömurlegt lag. Býtu, var það örugglega þannig? Þetta frábær söngkona. Hún var bara með mjög gott fólk með sér. Var þetta ömurlegt lag? Nei, en hann vildi bara annað lag. Og einhvern veginn í tilraun sinni til þess að segja hvað hann fannst, þá segir hann bara lagið sem vann hafi verið ömurlegt. Stundum bregðumst við svona við. Það segir í Sálmi 107, vers 43b, það þýðir sem sagt seinni hlutun á versi 43. Menn taki eftir náðarverkum drottins. Drottinn alltaf að gera kraftaverk í lífi okkar. Hann alltaf að hjálpa okkur. Og Guð hefur gert svo ótrúlega margt í lífi okkar. En þegar við erum í ójafnvægi, þá veljum við að horfa ekki á það. Af því að það eitthvað gott við það að vorkenna sjálfum sér. Það eitthvað svo ótrúlega gott við það að eiga bágt. Guð hafði ekki farið neitt þegar þeir voru í eyðimörkinni. Hann hafði leitt 10 plágur yfir Egypta og Ísraelsmenn bara, þær snertu þá ekki. Hann hafði klofið Rauðahafið, þeir komust þar í gegni þegar Egyptarnir ætluðu að elta þá bara duttu hjólin af vögnunum þeirra og það fór allt í steik og Guð bara afgreiddi þá. Guð hafði ekkert farið neitt. Hann var ennþá til staðar. Og hann það bara líka í okkar lífi. Hættum þessu væli. Við eigum bara ekkert bágt hvaða lag sem vann Eurovision, bara slökum aðeins á. Guð mun fullkomna það verk sem hann hefur hafið. Og sem betur fer þá gerði hann það. En þar sem Ísraelsmenn voru staddir í eyðimörkinni, þá talar Guð við Móse. Móse átti þetta einstaka samfélag við Guð, eins og maður talar við mann. Og Guð segir við Móse, ég ætla að láta rigna brauði af himni. Og ég verð nú að játa það að ég ekki veðurfræðingur. En ég veit að það getur rignt og það getur snjóað og það getur komið haglél og svona þéttur úði. Brauð
er ekki úrkoma. Ég ætla að láta rigna brauði. Og við sjáum kannski fyrir okkur bara 3 korna brauð, koma bara fljúandi af himnum ofan, innbakað í plastpoka frá millunni. En Guð segir, nú ætla ég að láta brauði rigna af himni handa ykkur. Þið eigið það ekki skilið, vanþakkláta fólk. En fólkið á að ganga út og safna saman dag hvern því sem það þarf fyrir daginn. Og hvað haldið að gerist svo? Morgunin eftir haldið að dögg hafi ekki fallið umhverfis búðirnar. Þessi dögg bara dúkkar upp á ólíklegustu stöðum og bara án þess hún viti af að þá bara fjall hún hana umhverfis búðirnar 1700 og súrkál. En þegar döggin þornaði, ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa því, þegar döggin þornaði þá lá eitthvað fín kornótt yfir eyðimörkinni, líkt og héla. Og þegar Ísraelsmenn sáu það, þá spurðu þeir hver annan, veitu, hvað er þetta? Þeir hefur bara aldrei séð þetta, því að þeir vissi ekki hvað það var. Og þá segir Móse við þá, þetta er brauð. Þetta er brauð, vitleysingarnir ykkar. Nei, hann sagði það náttúrulega ekki. Sem drottin, hann hugsaði örugglega. Þetta er brauð sem drottin hefur gefið ykkur til matar. Og þetta brauð kölluðu þeir manna. Guð sá þeim fyrir mat, en þeir þurftu að hafa fyrir því að sækja það á hverjum degi. Það var við fætur þeirra, en Guð kom ekki með það heimsent. Það var ekki búið að finna upp heimkaup. Þannig að þeir þurftu sjálfir að fara og safna brauðinu. Við höfum öll ákveðnar þarfir og við höfum andlegar þarfir. Guð hefur séð okkur fyrir næringu, en við þurfum að sækja okkur hana daglega, ekki einu sinni í viku og merkilegt nokk á sama hátt. Og þegar það var að koma hvíldardagur, þá áttu þeir að safna 2-földum skammti fyrir hvíldardaginn. Annars áttu þeir að safna á hverjum einasta degi. Þannig er það með okkur. Við getum ekki lesið alla biblíuna á 1 mánuði og gert svo ekkert með trú okkar það sem eftir er af árinu. Þeir þurftu að sækja sér næringuna daglega. Og þegar við þurfum á huggun að halda og þegar við þurfum á styrk að halda og visku og krafti, þá er hann þarna. Hann er til staðar, en við þurfum að sækja hann. Og stundum getur fólki farið að líða ótrúlega illa og orðið svona skapstygt og fúlt og kvartandi. Og stundum kemur fólk til mín og fer að segja, mér líður svona og hinsegin. Þá spyr ég mjög oft, allavega ef þetta er kristið hvernig er trúarlífinu þínu háttað? Hvernig er bænalífinu þínu háttað? Og nánast undan tekníkalaust, þegar fólk er komið á þennan stað, þá segir það, ég hef nú vanrækt að biðja og ég hef nú vanrækt að lesa og lausnin er að fara aftur á upphafinu. Lausnin er að sækja næringuna þar sem hún er. En þetta í 2. Mósebók, þetta var ekki eina skipti sem Guð sá fólki fyrir mat. Því að í 6. kafla Jóhannesar Guðspjalls, þá segir frá því að Jesús fór upp á fjall, hann elskaði fjallgöngur og lærisveinarnir hans voru með honum. Heyrðu, allt í einu bara verður honum litið upp og þá sér hann bara þennan gríðarlega mannfjölda vera að koma til sín. 5.000 manns. Heyrðu, og Jesús segir við Fílipus, hvar eigum við að kaupa brauð svo að allir þessi menn fá að borða? Það hefur sennilega ekki verið hvíldardagur, fyrst að þeir gátu farið og keypt brauð. Og ég sé fyrir mér að Fílipus er bara hugsað, ég verð gjaldþrota. Hvernig get ég boðið 5.000 manns í mat? Og þá kemur Pétur til að bjarga Fílipusi, pínu meðvirkur,
og segir hérna Filippus bara róum okkur. Það lítill drengur hérna með 5 brauð og 2 fiska. Halló, þú gæti kannski fengið 1 bein. Þetta voru 5.000 menn. En Jesús vissi hvað hann ætlaði að gera. Og Jesús bara veit hver lausnin áður en við förum að hafa áhyggjur. Áður en okkur hugkvæmist að fara að hafa áhyggjur þá er Guð búinn að ákveða hvernig að leysi málin. Og í versi 11 þá segir nú tók Jesús brauðin, gerði þakkir og skipti þeim út til þeirra sem þeir sátu og eins fiskunum svo mikið sem þeir vildu. Þeir fengu bara nóg að borða. Þetta sá Guð sem ég þekki. Hann gerir kraftaverk og hann spyr okkur ekkit endilega hvað okkur finnst það eða hvort okkur finnst eitthvað vit í þeirri leið sem hann að fara. Það bara okkar að biðja hjálp og hann verður bara að fá að ráða því hvernig að svara bæninni. Þegar menn sáu táknið sem Jesús gerði, þá sögðu þeir, þessi maður sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Þeir áttuðu sig á því að þetta bara gerir fólk ekki. Þetta höfðu þeir bara aldrei séð. Og Jesús vissi að þeir myndu koma og reyna að gera hana konungi, þannig að hann fór bara hærra upp á fjallið, þannig að þeir gátu ekki eltan. Það reyndar segir í öðru guðspjalli, svolítið skemmtilegt, að Jesús sendi fólki burt. Hvaða prédikari sendir fólki burt sem komið til að hlusta á hann? Jesús var bara öðruvís en allir aðrir. Þegar hann var búinn að segja það sem hann hafði að segja í það skiptið, þá bara sagði nú skulu þið bara fara heim. En daginn eftir, þá hittir Jesús hluta af fólkinu. Og þá vitnar hann í þessa sögu í annarri Mósebók. Og hann segir, Móse gaf ykkur ekki brauðið af himni, heldur gefur faðir minn ykkur hið sanna brauð af himni. Brauð Guðs sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Og eitthvað skrítið þó þeir hafa átt erfitt með að skilja þetta. Félagar Móse, þeim var svona erfitt að skilja að Guð ætla að láta rigna brauði en að brauðið myndi bara stíga niður af himni. Það var auðvitað bara mjög erfitt að skilja það. En Jesús sagði, ég brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Og svo segir hann líka, aflið ykkur ekki þeirrar fæðu sem eyðist. Aflið ykkur þeirrar fæðu sem varir til eilífs lífs og mannssonurinn mun gefa ykkur. Hann nefnilega mun gefa okkur það sem við þörfnumst. Okkar að taka á móti. Okkar að þora að gefa honum frjálsar hendur. Okkar að hleypa heilugum anda að. Jesús brauð lífsins. Hann allt sem við þörfnumst. Og hann brauðið óinnpakkað. Jesús ekki smörrebrauð. Stundum held ég að við skreitum fagnaðarerindið eins og danskt smörrebrauð. Þar sem áleggið orðið svo mikið að þú sérð ekki í brauðið. Það alveg örugglega til kirkjur sem þannig að þú bara kemur ekki auga á Jesú þegar þú kemur inn. Út af álegginu. Jesús dó á krossi fyrir syndir okkar. Blóðið hans hreinsar okkur af allri synd og það ekkert annað sem hreinsar burt syndir. Allir hafa syndgað. Við höfum öll einhvern tíma gert eitthvað rangt. Og Jesús kom í þennan heim til að frelsa synduga menn. Hann steig niður til heljar. Hann reis upp frá dauðum. Hann steig upp til himna og hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Hann sagði ég brauð lífsins. Hann sagði ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og hann sagði líka í Mattheusi 6:33, leitið fyrst hans ríkis og réttlætis og þá mun allt þetta veitast ykkur að auki.
Stundum höfum við áhyggjur af morgundeginum. Stundum höfum við áhyggjur af því hvernig líf okkar verða á morgun eða hinn. Jesús sagði, hættu þessari vitleysu. Bara hverjum degi nægir sín þjáning. Ég mun gefa þér allt sem þú þarft á að halda fyrir hvern dag. Og Jesús sagði líka, minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullkomna verkans. Hann sagði þetta við brunnin þar sem hann hitti samverskukonuna og lærisveinarnir höfðu farið inn í borgina til að kaupa eitthvað að borða. Þeir voru bara alltaf með áhyggjur af því hvað hægt að fá að borða. Og þegar þeir koma tilbaka með matinn, þá Jesús að tala við einhverja konu sem þeir voru mjög hissa á. Í fyrsta lagi hann skildi tala við konu, í öðru lagi hann skildi vera að tala við samverska konu. Það var náttúrulega alveg síðasta sort. Og hann hafði verið svangur og svo bara neitar hann að fá sér að borða. Og þá segir hann þetta, minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullkomna verkans. Það var eitthvað saðning sem hann fékk í gegnum það. Hann varð saddur af þessu. Þarna var næringin hans fólkin. Og þegar Jesús hafði verið krossfestur, birtist lærisveinum sínum, andar á þá og segir meðtakið heilagan anda, þá segir hann líka eins og Faðirinn sendi mig, þannig sendi ég ykkur. Hungraður var ég og þú gafst mér að eta. Hvernig getur þú satt hungur Jesú? Hvað vill hann að þú gerir? Jesús ekki smörrebrauð, en það væri samt fínt að hafa smjör með brauðinu í formi olíu. Því að brauð lífsins og olía heilags anda það sem við þurfum á að halda. Við skulum rísa á fætur. Heilagur andi, ég þakka þér fyrir að þú ert hér. Ég þakka þér fyrir Jesús að þú ert brauð lífsins. Þú komst í þennan heim til þess að gefa lífið þitt heiminum til lífs. Og þó svo við skiljum ekki alla þá djúpu hluti sem þú sagðir, þá bið ég þess Jesús minn, eins og brauðið var brotið, eins og líkamið þinn var beygður og kraminn, og eins og þú varst húðstrýktur og niðurlægður, eins og þú varst laminn og barinn, og eins og þú varst krossfestur. Ég þakka þér fyrir það, Jesús, að blóðið, það leysir okkur. Það sigur í blóðinu og það upprisu kraftur á bakvið fagnaðarerindið. Og ég þakka þér, Jesús, fyrir að þú útheltir heilugum anda. Ég bið að þú skýrir fólk í heilugum anda hér í dag. Við þurfum á krafti þínum að halda og ég bið fyrir þeim í dag, Jesús, sem einhvern veginn hafa verið svektir, hafa verið pirraðir, hafa verið að hafa áhyggjur af einhverju. Ég þakka þér fyrir Drottinn og þú hættir ekki við hálfklára verk. Þú munt fullkomna þitt verk, allt þangað til þú kemur aftur. Og ég bið þess að þú fáir frjálsar hendur í lífi okkar. Ég bið, Drottinn, við bara tökum á móti því sem þú vilt gera hér í dag. Heilagur andi, viltu koma yfir hennan sal? Viltu koma yfir hverja einustu mannesku hér inni? Og ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að á sama hátt og þú sást fyrir þörfum Ísraelsmanna, á sama hátt muntu sjá fyrir okkur. Og ég bið þig að þú takir bara áhyggjurnar í þínar hendur. Ég bið fyrir þeim, Drottinn minn, sem bera þungar byrðar hér inni. Viltu létta þeim af þeim? Viltu gefa lækningu? Viltu gefa lausn í Jesú nafni? Kraftur heilags anda hér yfir. Og ég hvet ykkur til þess að koma fram til fyrirbæna. Þið sem vilji meira, þið sem þurfi lækningu, þið sem þráið handleiðslu og snertingu heilags anda, komið hérna fram. Ég þakka þér fyrir heilagur andi að þú ert hérna og ég hvet ykkur til að biðja í andanum. Ó, karalara Maríam, baralara Karjan, Daralara Mario.
Jesús, ég bið fyrir þeim drottin minn sem einhvern veginn bera þungar byrðar. Ég bið líka fyrir þeim sem hafa verið kallaðir til ábyrðar eins og Móse var og einhver hefur hraunað yfir þá. Ég bið líka fyrir þeim drottin minn sem á þeim stað sem Jakob var á, sem hafa verið plataðir, sem hafa verið særðir, sem hafa einhvern veginn tekið jafnvel rangar ákvarðanir. Ég bið heilagur andi komdu, heilagur andi leystu þá, læknaðu sárin og leiddu þá aftur heim. Leiddu þá aftur heim, drotti minn, á þann stað og inn í það hlutverk sem þú ætlar þeim. Jesús, ég þakka þér fyrir þú ert hér. Þakka þér fyrir þú ert hér, Jesús. Ó, karalara Mariam, baralara Kario. Gjörið svo vel, komið fram til fyrirbæna. Ó, karalara Mariam, baralara Karian, baralara Mario. Ó, Riam, baralara Karias, saralara Mariam, baralara Kiria. Mario, Oriam, Paralara Kariam, Palara